Jæja, gott kvöld, góður áhorfendur og velkomnir í þetta stream á Tier 1 keppni GTS Iceland 10. umferð í 2021-2022 mótaröðinni og Daniel heiti ég, kallar Danni Vafata og með mér hann Ingi Þór, blessaður Ingi. Góða kvöldið. Velkomin á fjallið. Já, takk fyrir það. Já, þú myndir allan að þetta væri fjallið núna, þú ert ekki komin á næstu braut aftur. Nei, ég er í rauntíma núna. Jæja, vel gert. Það er ágætt. Ég er nú samt alveg farin að hugsa Willow Springs sko, en ég er Já, ekki komin jú. ennþá. Nei. En við erum komin hérna hinum megin á hnöttinn, virtually speaking, til Ástralíu á Mount Panorama sem oft er kölluð Bathurst líka, sem er keppni þar árleg og sennilega eins og stærsta og flottasta sem haldin er í Ástralíu. Og þetta, við köllum þetta nú bara oft fjallið hérna á Íslandi, þar sem að stór hluti brautarinnar fer í það að klífa upp fjallið og keyra svo aftur niður og það er eiginlega óhætt að segja að þetta er með, ef ekki svo mest krefjandi kappakstursbraut í heiminum í dag sem að maður getur keppt á. Hún er alveg rosaleg, þannig að ég myndi segja að þetta væri klárlega í topp 5 yfir erfiðustu brautir í heimi. Hvað segir þú, Daniel? Þetta er allan að ekkert smá erfið braut sko, það er mjög þröngarn á leiðinu og hún er ennþá þröngur á leiðinu niður, veggir út allt og það er bara ekkert pláss fyrir mistök sko. Nei, það er nefnilega þannig og það er líka áhugavert með þessa braut að þegar að upp fjallið er keyrt þá verður erfitt að taka fram úr því að það er nánast ógenalegt, veggir allt í kringu því, þröng braut og miklu hlykkir, þannig að menn þurfa að sýna mikla þolinmæði og það gerir það verkum að það er líka erfitt að fylgja keppendum bæði út af óhreinu lofti svokölluðu fyrir aftan annan bíl, pluss þú keyrir hraðar í slipstream, þannig að menn þurfa að meta bremsukaflana sína svolítið yfir í nánari baráttu og þetta vill oft vera til þess að það verður æsispennandi keppni á Bathurst, menn keyrandi í veggi og aðra og ég veit ekki hvað, en við erum komin í fyrstu deildina, þannig að það verður kannski minnum það, en faglegan akstur, en síðan þegar niður komið er fjallið, þá eru langir beinikaflar og nóga tækifærum til framárasturs, þannig að þetta er, eins og ég segi, þetta er mjög krefjandi braut og það eitt að klára keppni á fjallinu er bara feitur respekt á alla. Já, nákvæmlega þannig og núna erum við sem sagt komnir í tímatökur, fyrsti hringurinn tímatökum, allir eru hérna á úthring núna og það fer að styttast við það að fyrsti tímahringurinn byrjar. Hannes er hérna leiðandi á tímatökuhringunum hérna, hann er fyrstur og no bil í næstu en það virðist vera eitthvað lítið það að fólk sé að gefa pláss hérna. Þetta er að keyra alveg rosalega nálægt hérna í tímatökur, miðað við það að þetta séu tímatökur, það getur verið að þessu að reyna að nýta kjölsogið. Svo er líka áhugavert að ég tek eftir því að bæði Hannes og Eva sem eru 1 og 2 á brautinu núna, Hannes er komin í sinn fyrsta tímatökurhring, hann startaði núna á medium, þannig að hann er bara strax komin á fast lapp. Það er fullt af öðrum keppendum eins og sjáið sem að fara inn í pit núna til þess að skipta út hörðudekkjunum, eyða smá bensíni, fyrir að svo keyra heilan úthring áður en þeir komast í tímatöku, en núna hefur Hannes actually fleiri hringi til að, og Eva til að ná hröðum hring og ég sé að Diego, Davíð Rúnar og Jón Valdimars eru einnig komnir á tímatökuhring, þannig að þetta byrjar bara strax með látum. Það sést að þessir ökuþórar hér ætla sér að vera ofarlega í tímatökum, þar sem þeir ætla að byrja á mínútum meðan að hinir virðast ætla að byrja á harddekkjum. Það er nú líka spurning sko, er það ekki bara málið sko, því að Hannes er nú búinn að byrja held ég allar keppnir á hard hingað til. En brautarstaða á fjallinu skiptir mjög miklu máli þannig að sko, og hún er pínu svona rök braut hinn í morgunsárið, þú veist, hún er ekki beint blaut en hún er ekki með besta gripið og ég hugsa að þetta sé strategískt ákvörðun hjá þeim sem eru vanalega að byrja á hards að þau bara eiginlega vilja ekki taka sénsinn á því að missa fram úr sér á fyrstu hringjunum því að það getur verið rosalega kostnaðarsamt. Þú getur tapað gríðarlegum tíma á því að vera fyrir aftan einhvern sem er hægari en þú á leiðinu upp á niður fjallið því að eins og ég segi, þú veist, það er alveg ein góð mínúta sem bara er ekki hægt að taka fram úr á þessari braut.
Það er nefnilega þannig og svo er líka mjög athyglisvert að rýna aðeins í það að sko það eru af þeim sem að fóru ekki inn í pit eftir fyrsta outlappinn sem sagt að þá er það bara Hannes og Eva sem að eru á medium. En Diego, Davíð Rúnar, Jón Valdimars Þau eru að keyra tímatökur þau í eru að- hörðum. já, Vá! það er þannig að það Bara- geti verið að strategían þar sé bara að brenna nógu miklu bensíni og fara síðan á medium-dækin. Já, hugsanlega. Þetta er skarplega aðtöð. Ég einhvern veginn gerði bara ráð fyrir að ég væri á medium fyrst þau fóru ekki inn í pit strax en ég veit að Diego er búinn að vera að setja mjög hraða tíma hérna á hörðum og Fer hann í pitti núna. en vissulega eru alltaf metindekkin betri en þetta er greinilega eins og þú segir. Þetta er allt með vilja gert til að brenna bensín enda við erum að tala korter í tímatökur hérna ólíkt því sem er í T3 og T2 þar sem eru 10 mínútur. Já, það er mitt verður að skipuleggja tímatökurnar vel þegar að hver hringur tekur rúmar 2 mínútur. Algjörlega. Það þarf með hugsa við það og svo tekur einhverjar, hálfa mínútu að fara í pittin líka, þannig að En við sjáum hér strax að Hannes er búinn að setja sig alveg rosalegan tíma. 2:01,5. já, það er svakalegu tími fyrir bara annan hring, þannig að hann er með fullan tank þegar hann setur hennan tíma Algjörlega og hann og er ennþá að bæta sig. Algjörlega. Nú Hannes er í Team Supernova ásamt Evu Supergirl. En áhugavert Skeiri sem er hér þriðja á listanum reyndar ekki búinn að setja tíma en við sjáum hann á skjánum númer 3 og kannski hendi myndavél á hann því að við erum að kynna henni nýtt lið basically Ásgeir og hann hérna Ævar Valur Diego. Já. Þau eru basically komnir með nýjan sponsor sem er Tasty sem er nú langvarandi sponsor GTS Iceland en Tasty var að leita eftir liði til að keppa fyrir sig og basically bara keypti upp gamla karfiliðið og breytti þessu í Team Tasty Racing. Það er nefnilega þannig. Þannig að bara við bjóðum Tasty velkomið hér með lið í T1 og vonum bara að þau gangi vel og hvetjum alla til að fá sér sveittan og Tasty. Það er fátt betra. Þannig að bæti Sveitt- Hannes sveitt- tíman sveittur á skildi. ennþá meira, sko. Vá! Hann er komin undir 2:01,5, hann er reyndar rétt slefur undir að 2:01,4 7:7 þannig að þetta er fallegu tími og hann er alveg rúmur í sekúndu hraðari heldur en Eva enn sem komið er en það er kannski ekki alveg að marka alla þessa tíma ennþá því að eins og við segjum fólk er að brenna bensín og það er nóg eftir. Skeiri og Kári komnir yfir núna. Já. Nú, skemmtileg tölfræði sem hann Guffi kastaði á okkur hér fyrir útsendingu að 23% keppanda sitja heima með COVID og eru að keppa. Þannig að það er bara sennilega besta einangrun sem er í boði að geta keppt bara í Ástralíu á fjallinu og skemmt sér. Þannig að þetta verður spennandi. Þetta verður það athyglisvert að sjá að Eva er hérna komið skemmt á framstöðarann og framöndan á bílum. Já, Hún myndir að fara í pittinn og láta laga bílinn sér. já, hún hefur greinilega dundrað á vegg á leiðinni í fjallið. Það er ekki óalgengt, þetta er þröng og erfið braut. Það er líka kannski gaman að geta til þessa ef að þið finnið ykkur einhvern tímann stödd í Ástralíu þá eru þetta allt almenningsvegir sem að hægt er að keyra á þess að borga gjald flesta daga ársins. Já, sem nema að þú Og farir of hratt, þá þátt að borga mjög há gjöld. Já, þú mátt reyndar ekki, hún kannski ekki keyra á sama hraða og með sama tilgangi og núna en þetta eru bara sveitavegir hann allt í kring sko og ég get svarið ef ég er einhvers staðar hann á svæðinu þá ætla ég að taka hennar hring því að þetta er eina af mínum uppáhaldsbrautum. Já, og einmitt ef þú ert þarna einhvern tímann á svæðinu þá getur þú tekið hringinn og svo þú ert búinn að taka hringinn þá getur þú prófað að taka hringinn öfugan. En það Já. er hvergi í boði í tölvuleikjum.
Nei, það er mikið rétt. Nema bara ef maður að leika sér eitthvað í frídræf, sko. Já, það er líka oft sagt með fjallið að fjallið það gefur og það tekur. Það gerir það. Og þetta svona braut sem að ég svona allavega, mín tilfinning svona þegar maður spjallar við aðra keppendur sko, annarkvort hatar þessa braut eða elskar hana. Hún rosalega erfið og það ekki fyrir hún kemst yfir að finnast hún virkilega erfið að hún fer að vera vottur að því að vera skemmtileg sko. Því að til að byrja með hún bara mjög mikið ströggl og menn verða bara stundum pirraðar á því að reyna að kæra hana sko því að menn það nú algengt að fólk vil fara aðeins hraðar en að ætti að vera að gera þegar það stekkur í tölvuna því að raunveruleikinn ekki bankandi á öxlinu á þér. Þetta svona braut sem maður vilt ekki yfirgera. Já, mætti segja það að lærdómskúrfan sé frekar stíf á þessari braut. En Davíð Rúnar var að setja flottan tíma og er 0,017 fyrir aftan Hannes. Já, og Diego er búinn að setja líka flottan tíma. Já, hann er búinn að vera að keyra mjög stíft í sinni einangrun og er heilmikið búinn að vera að bæta sig í síðustu keppnum. Þannig að hann má búast við flottri keppni frá honum. Og liðsfélaga hans Ásgeiri líka. Þau eru hérna í Team Tasty Racing. Þetta stefnir í alveg svakalega tíma. Í lok tímatökunnar sko. Það eru núna rétt tæpar 5 mínútur eftir. Þannig að þetta er ekki nema 2 hringir sem að menn og konur hafa til þess að bæta tímana sína. Já. Það er bara þannig. Eva þarf að fara spurning. Já, hún var að koma af Outlaw. Já, hún á alveg hún sennilega ekki nema bara 1 hring í viðbót. Nei, ég örugglega, hún er 2. Það er sko spurning þegar hún er búin að klára úthringinn, þá nær hún 1 hring en nær hún... Já, hún er búin með úthringinn núna. Hún er búin með úthringinn. Hún var að koma af úthringnum, sagði. Ok, my bad. Ég er bara svona gríðarlega spenntur. Það er spennandi, sko. Já, hverjir eru að renna hérna seinasta kaflan. Það er hérna Maggi Ingóls og Dotti saman. Já. Báðir númer 69. Pasturmore Furious Racing, Corvette bræðurnir. Þeir keyra báðir vettuna. Já, þeir voru báðir á Outlaw. Þá er þetta komið í gang þegar eiga 2 hringi inni. En það var nú gaman að vita frá ykkur sem eru komnir hérna í spjallið hvort það sé einhverjar spár. Og sömuleiðis með þig, Ingi, ert þú með einhverjar spár hérna? Og mér þykir nú aldrei gaman að spá því sem er svona mest líklegast. Ég er svona underdog spámaður. Já. Logic segir mér að spá Hannes í fyrsta. En mér langar að lifa á brúninni og hérna gamla á annarkvort Davíð eða Diego. Já. Já. Þú ert erfið. Ég held að topp 3 verði topp 3 eins og þeir á listanum núna. Hannes, Davíð og Diego, en kannski ekki endilega þeirri röð. Já, ég er nokkuð sammála þar sko. Það var Eva bæta sig, fór upp í 4. sæti. Herru, ég ætla að lifa á brúninni, ég ætla að spá Diego af því að Tasty er nýkomið inn, Tasty Racing, þá ætla ég bara að spá þeim sigri í dag með Diego. Ég segi að Hannes er í 2. sæti og Davíð í því 3. Þetta er slegið. Já. En endilega hendið þið spá í spjallið og við höldum utan um þetta hérna. Sigurður Hreggviðsson segir Eva tekur pól. Það er spurning. Hún á ennþá möguleika á því. En sjáu þið, tíminn á Hannes er komin í 2:01 slétt. Gott sem. Já. Svakalegur tími sem Hannes er búinn að taka þarna.
alveg rosalegur. Ég held að ég muni taka undir það að hann muni sennilega vera sá sem tekur sigur að bítum hérna í kvöld. Mér finnst það mesta líkurnar á því og Hann er líklegur. Hann er Það verður líklegur. bara viðkennast. Og hann er í Ég ætla að fórstu til segja- Íslandsmeistara líka. ég ætla að segja Hannes, Diego og Eva. Það er góð spá líka. Ég veit ekki hvað Davíð Rúnari finnst um það, Nei, en þetta er jafnt. Það er rosalega, að þú veist, Hannes er enda með alveg hálfa sekundu á næsta mann, en það er mjög jafnt á næstu 3 ökumennum. já. Heyrðu, þá fer Ég, Davíð í pittan á í harddekkin sín, hann ætlar ekki að reyna að byrja á hard. já. Þetta er svona að skýrast, en við erum Diego ennþá að- er að bæta sig nógu mikið til þess að geta tekið annarsætið af Davíði. Já, Allan að eins og Hérna. staðan er á seinasta sektor. hann á eina beygju eftir, sjáum hvað gerist. Og Eva var að stökka í Eva, fyrsta maður. Beint á pól 2, 0, 0, og Diego 8. tekur þriðja sætið. Þetta eru rosalegi tímar hérna. Já. Róbert Gumminsson sem að sigraði, og til hamingju með það, elsku vinnur, hann sigraði TR2 keppnin í gær, nokkuð örugglega. Hann spáir Hannesi, Evu og Diego. Sigurður spáir Hannesi, Evu, Davíð. Ívar Eyþór segir Hannes, Davíð, Diego. Þetta, Og Kári kom hérna inn í markið og tók 5. sætið á honum Skeira hérna á seinasta tímatökurinu sínum. og það er líka eitt með þessa keppni, sko. Það er ekki alveg nóg bara að vera hraður, þú þarft að vera stöðugur, því að sko mistök refsa alveg rosalega. Bara smá mistök upp fjallið getur bara kostaði 1,5 sekundu alveg easily, eða meira en það, sko. Tala nú ekki um að þú þarft að skemmi bílinn, og þetta er sem braut sem er sennilega verst af öllum brautum í Gran Turismo í að skemma bílinn, því að það eru allstaðar veggir við hliðina á þér. Já, Þannig að þetta verður áhugavert. Þetta snýst rosalega að halda rósinni og klára mistakalaust. Og það sýndi sér nú bara í T3 í gær. Daniel, þú getur nú sagt okkur frá því. jú, já, TR3, það var nú helviti flott maður. Einu sem þetta gera var að halda sér á brautinni og það kom bara gaman í sigurinn. Þú basically startaði 50 og varst svo eini í topp 5 sem gerði ekki mistök og rústaði keppninni. Nei, ég segi ekki rústaði, en vannst keppnina. Sem að sýni bara að mistök eru dýrkeypt og það þarf ekki nema ein mistök, þá getur hugsanlega bara fyrsta sæti breyst í 5. sæti, sko. Jú. En ég get ekki betur síðan að Eva sé bara á pól hérna og Sigurður Reggviðsson, hann fær stig fyrir að spá Evu pól, það er bara nákvæmlega rétt hjá hann. Hún er hér á pól. Og Hannes annar, þannig að það er Supernova í fyrsta og öðru, Diego 3., Davíð 4., Kári 5., Ásgeir 7., Gunnlaugur 7. og Þorsteinn, rafbúð hans, hann er 8., síðan er það Jón Ægir, Guffi, Doddi, Maggi Ingóls, Jón Valdimars. Þetta verður eitthvað, 28 hringir á fjallinu, þvílík veisla. En þessi tími, ég hef bara ekki séð hann áður. 2-0-0, 8-7-2. Ekki að neina íslensku ökumanni, sko. Þetta er alveg heimsklassa tími, sko, ef þú berði þetta við raunverulega tíma, sko. Já, þetta er svakalegur tími. Vel gert, Eva, vel gert. Og Hannes hann bara rétt fyrir aftan, þannig að þetta verður eitthvað. Ég er bara að vera öllu sinna spenningi. Jæja, þá komið það. Það er ég, Team Supernova 1 og 2 sem byrjar hérna leiða keppnina. Ekkert nýtt að sjá þar.
Já, Diego Tasty Racing 3. og Davíð Rúnar sem að keyrir fyrir TGR, Toyota Gazoo Racing Iceland, hann að 4. og síðan hann að Team Loco, Kári. Þetta topp 5 þegar við ræsum að fjallið. Og kannski ágætt að fylgjast með dekkjastöðu líka. Já. Ég veit að Davíð Eva á medium, Hannes á hörðum, Diego á hörðum, Davíð Rúnar á hörðum. Ég held að sé bara allir nema Eva á hörðum. Nei, reyndar Guffi á medium. Það bara Guffi og Eva sem á medium til að byrja með. Þannig að hann má búast við að Eva... Já, spurning hvort það verði ykkur þá samvinna hjá Team Supernova, hvort að Eva ætlar að nota mediumdekkin til þess að halda sér á undan og gefa Hannesi kjölsogið á meðan. Búa til... Hún var kannski bara komin á undan og þegar hún fer niður fjallið, þannig að hún strax komin úr kjölsoginu núna. Ég held að Eva ætli bara að reyna að búa til einn stórt bil og hún mögulega getur til þess að auðvelda sér eftir leikinn. Þetta verður spennandi, en það greinilegt að hún mun skilja sig aðeins frá keppendum verandi á betri dekkjum til að byrja með. En síðan snýst þetta við þegar þið farið í pitinn. Já, það einmitt þannig, sko. En þá einmitt bara eins gott fyrir hana að vera búin að byggja það nógu mikið bil að hún á að halda bilinu þegar að hún fer í pitinu á hörðudekkinum, út af því að þó að hinnir séu á mediumdekkjum fyrir aftan hana, að þá bara svo erfitt að taka fram úr á þessari braut. Já, og sérstaklega ef það heitir Eva. Já. Hún gefur sæti ekki eftir. Nei, alls ekki, sko. Alls ekki. En við sjáum sko að það greinilegt að Davíð hefur gert einhver mistök því að hann hérna strax komin 3 sekúndur aftan Hannes. Þannig að Hannes getur bara andað rólega á meðan Davíð setur undir mikil press frá Kára. Það bara stutt í Diego þar fyrir aftan, þannig að mér sýnist að baráttan sé 3. sæti eins og Það eru Skeiri komin í pittina og Gunnlaugur. Þeir eru með skemmt sikkur meðina framann. Já, nákvæmlega. Þetta bara nákvæmlega sem við vorum að tala um. Þetta fjallið gefur og það tekur. Þetta refsamann. Það Jón Valdimars komin í pittina með vélaskemmt. Og Jón Ægir með skemmt líka. Og Guffi með skemmt. Já. 4 keppendur á fyrsta ring, konum með skemmt. 5 keppendur. Nei, 4. 5 keppendur í pittin. Það eru 5 keppendur. Dotti líka. Ég kennst bara ekki hana, Dotti. Hann fer líka inn í pitt með vélaskemmt. Yes, hvað segir við það? Hvað gerðist þarna á þessu fjallið meðan við vorum að fylgjast með toppinum maður? Það var allavega ekki þolinmæði sem gerðist. En þetta eina af þessum brautum sem að þolinmæði mjög hröð. Ef þú ert þolinmóður, þá ertu hraður. Ef þú reynir að vera of hraður, þá byrjar að vera hægari. Það bara þannig. Þetta bara ein stór refsiveisla og gríðarlega teknísk braut og hér sýnir bersýnilega hvaða ökumenn hafa reynslu og þolinmæði. Já. Einhver hefur gert mistök og einhverjir hafa dottið inn í þessi mistök, þannig að... En það hörkubarátta. Kári í slipstream með Davíð Rúnar og ætlar að reyna framúrakstur. Hann komin hérna upp að hliðina á honum. Komin með innri línuna, en Davíð á innri línu inn í næstu beygju. En flott gert, Kári komin fram úr, þetta var vel gert hjá honum. Fór hálfpartinn af utanverðu inn í þessa beygju. Glæsilegur akstur í Kára, komin í 3. sætið og Davíð Rúnar dottinn í það 4. og með Ævar Val Diego hérna rétt fyrir aftan sig. Já, þá erum við farnir að sjá Kára loksins vera komin hérna in the game, back in the game. Hérna fyrir Þorsteinn inn í pitt. Já, og sko, Þorsteinn fer í pitt, þannig að sko, frá 5. sæti niður í 7. sæti eru komin 12 sekúndur. Það svakalegt. Þetta verður bara 2 reis hérna. Já,
Það bara svona svo miðjuhópurinn hafi bara allir keyrt saman á miðju fjallinu hann á fyrsta ring. Ég skal segja það. En það jafnt hérna, 3. til 5. sæti, þannig að við höfum eitthvað skemmtilegt til að horfa á. Á meðan að Hannes og Eva sigla örugt í 1. og 2. sæti. Kári að ná að búa til gott bil milli hans og Davíðs Rúnars á meðan að Diego að sækja hart að Davíð Rúnari, þannig að það hart barist á Davíð Rúnari að halda sætinu sínu hérna. Já, Davíð í pínu erfiðri stöðu núna, þannig að vegna þess sko að leiðum maður gerir mistök og fær einhvern í bossan á sér og missi mann fram á sér, þá ámaður til að sjöfnfælast bara svona aftur og bak. Af því það er svo erfitt að detta inn í sitt flæði aftur og svona, hann satt í pínu að upplifa það núna finnst mér. Það byrjaði rosa vel hjá honum en nú þarf hann svolítið bara að halda haus og komast sér á jörðin aftur og ekki yfirkeyra. Já, en svo líka eitt við þetta líka að núna Diego með skemmd á bílum. Já. Þannig að hann mun ekki ná sama endarhraða og hann gerir venjulega á beinu köflunni. Sástu hvað það gerist? Var það bara núna á leiðinni niður? Ég sá ekki hvernig það gerðist en ég held að það hafi gerst á leiðinni upp frekar en niður. Já. Hann verður svona að halda ákveðnum hraða. Við skulum sjá hvað það fer inn í pit. Það alltof langt í næsta pitstop þannig að hann var að þrauka úti eða hvað. Nei, hann ákveður að keyra áfram úti. Já, hann náttúrulega stóla á það að geta haldið sér í slipstreaminu þannig að hann tapi ekki eins mikið af því að vera með þessu skemmd. Já, algjörlega. Það tekur rosalega tíma að fara í pittin en eins og segi það alveg, hann á alveg fullt af hringjum eftir áður en að kemur af þessi hefðbundna pitstopi. Já, það má segja að þetta byrjir með látum. Þetta gerir það. Það bara eiginlega mesta syndin að hafa mistað þessu látum. Það erfitt að vita hvar maður á að vera að fylgjast með á brautinni. Já, algjörlega. Eva með 8 tæpa 4 sekúndna forystu á Hannes og Hannes með rúmar 5 sekúndur á Kára, þannig að það allt svolítið örugt þar. Ég letta hérna niður listan en það var þetta. Tjekka hvort það sé einhverja baráttur hérna í gangi. Veistu það, ég held að sé bara eina vitið í að fylgjast með Kára, Davíð og Diego eins og staðan það bara langt á milli manna alls þar annars þar. Þannig að Já, Davíð hérna að bæta sinn persónulega besta tíma núna og hann svona aðeins að nálgast Kára aftur en á sama tíma Diego, hann ekkert að dragast aftur og drátt fyrir skemmdina. Það nokkuð vel gert hjá hann, verður að segjast. Og ef hann að halda góðum tímum, sko, látum okkur sjá, hann að keyra hvað? Hann að keyra 2:04 sem alveg þokkalegasti tími. Ef hann heldur því uppi þá hugsanlega græðir hann á því að vera úti næstu hringina því að hann ekki að tapa það miklum tíma. Hugsanlega væri verra fyrir hann að fara í pit, þá gæti hann líka mist trakkstöðu eða brautarstöðu sem að það ekki auðvitað að taka fram úr eins og við vitum, þannig að þú ert fljótur að tapa tíma ef þú þarft að fara að ræða því í gegnum hægari ökumenn. Já. Þannig að ég hugsa á meðal við hvað skemmdin lítil hjá honum að hann sé að gera rétt núna með því að hanga úti. Og það langt í næsta mann að hann heldur sennilega 5. sætinu ef hann keyrir þokkalega, þótt hann eigi sennilega ekki séns í að meira en bara hanga í Davíð, en eins og við sjáum þá Davíð að auka bílinn núna. Já, Davíð að ná upp alveg þvílíkt góðu tempói hérna. Hann að minnka bilið í Kára og auka bilið í Diego, þannig að þetta lítur mjög vel út fyrir hann. Adrenalínið aðeins að jafna sig eftir fyrstu hringina, þannig að komast að jörðin aftur og komast í sinn venjulega gír. Já, síðan náttúrulega hann líka á þessari gullfallegu Supru, sko. Ég hef alveg tröggvað trú á þessari Supru eftir gærkvöldi, sko. Já, þú keyrir Suprunni í gær. Já. Mér finnst það með skemmtilegri bílum í Gran Turismo, sko. Frábær bíl, þannig að hann búinn til að BMF. Það hlaut að vera, það var einhver öngull hjá þér fyrst að þú mátt að keyra hann, sko. Það gat ekki alveg verið, sko.
Já, ef að það hefði sést nú vel aftan á bílinn hjá mér í keppninni í gerð, þá hefði sést limmiðin sem ég setti aftan á hann, powered by BMW. En Diego aftur búinn að minnka bílinn í Davíð Rúnar þetta og Davíð Rúnar aftur búinn að missa Kára svolítið fram fyrir sig, þannig að hann svona svolítið að jójó á milli þeirra, Diego og Kára, hann Davíð Rúnar. Já, og Þorsteinn í 8. sæti, hann kominn með skemmd aftur. Hann verið að snúa bílnum og fara með afturendan í vegg því að hægra afturdekk og stuðari hjá honum partandi undan meiðslum. Já, og svo hann með penalty líka. Þetta byrjar ekki vel hjá honum, en það nóg eftir. En það augljóst að svona rocky byrjun kemur sér illa fyrir ökumenn, út í að nú er ég að fylgjast með honum Jónægi, sem vanalega í toppslag eða nála toppslagnum, en hann í 10. sæti núna, mínútu og eftir Evu á aðeins 4. hring. Já, maður þarf eiginlega að minnka væntingar sínar á fjallinu fyrstu 2 hringina bara til þess að komast í gegnu það, sko. Ég ákvað það sjálfur bara fyrir keppninni í gær bara. Ég bara má ekki yfirkeyra, bara vertu rólegur fyrstu 2 hringina, bara play it out, af því að ég var bara að taka nokkuð æfingar eins áður og maður bara út allt, sko, í æsingnum og þannig að það er rosa erfitt að keyra þessa braut upp tjúnaður, sko. Það alveg rétt, það verður að taka svona anda með nefinu fyrstu hringina, en á sama tíma þá ómögulegt fyrir okkur að segja hvort að þetta hafi í rauninni verið þeim að kenna. Það getur verið að þeir hafi bara verið taklausir hjástandendur. Virkilega góður punktur þar, en þú veist, maður spekuleitar eitthvað til að búa til sjónvarpsefni. Jú. Og kryddar það í leiðinni. En já, þetta Þorsteinn og Jón Valdimars eru í slag á leiðinu upp fjallið. Þorsteinn nýkominn á pit. Það líka mjög áhugavert, ég búinn að vera að fylgjast með bilinu á milli Hannes og Evu og það búið að haldast núna í nokkur hringi. Það síðustu 2-3 hringi og í raun og veru það að minnka eins og staðan er. Já, það svoleiðis. Já, það var basically komið í 5 sekúndurinn að rétta á hann og nú það skriðið í 4,7. Þannig að þetta lítur mjög vel út fyrir Hannes á hörðudekkjunum því að sko ef að þar helst að vera að taka sekúnda á hringa á hann ef hann bara þú veist eiga nóg inni fyrir seinni partinn. Já, það alveg rétt. Heyrðu, tók hann Þorsteinn fram úr Jón Valdimars á beinakaflanum. Þetta gerist einhvern veginn svo smúth að ég alltaf tók eftir ég að var að gerast og ég var að horfa á það. Instant replay. Það er nú þess ekki. Þetta var bara mjög smúth, hann tók hann á kjölsóðinu í rauninni. Já, en þetta er allavega falleg barátta sem við getum hort á og spurning hvort að Jón Valdimars svari. Ef hann góður í útkeyrslur úr fyrstu bauginni þá gæti hann draftað hugsanlega fram úr honum núna. Hann bara því miður náði ekki draftinu, hann var bara rétt fyrir utan það sko og það er ekki fyrir núna að segja nálgast það aftur en það er bara allt og sent. Þannig að þetta helst hjá honum Þorsteini, hann ekki að svara. En Skeiri er að fylgjast með honum núna. Hann greinilega á alveg þvílíku peysi núna þar sem að hann búinn að lenda í því að orðið fyrir skemmd og fara í pittinn. En hann að nálgast Magga Ingólfs, það eru ekki nema 7 sekúndur í Magga Ingólfs og Maggi Ingólfs einmitt ekkert búinn að fara í pitt og ekkert búinn að fá þessu skemmd. Þannig að það stefnir í það að Skeiri sé að fara að sækja hann uppi. Já,
Ásgeir er búinn að vera hérna mikið að bæta sig. Team Tasty strákanir, eða sem sagt Tasty Racing strákanir, bæði Diego og Ásgeir, mér finnst þeir vera að koma mjög sterkir inn, svona seinni part síðustu 2 keppninar fyrir áramót og núna það er allt annað að sjá þá, sko. Þeir eru allir að koma til. Já, það er spurning hvort að þeir séu búin að ná góðum takti og góðu tjúni á Nissaninn. Það er spurning hvort að Hannes hafi gert einhver mistök. Hann átti að ring sem var, síðasti ringur hans var 2,27 og hann tapaði alveg heil í sekúndu á Evu. En hann er aðeins búin að ná því niður aftur. Já, ég veit nú ekki alveg hvort þetta kalla það mistök að fara niður í 2027. Hann er búinn að vera, þetta eru hringirnir sem er búinn að vera að taka. Sér það að 2 og 3 eru 2027 og 2028, þannig að... Já, nei, kannski ekki, sko. Nei, það er rétt hjá þér. Hann er samt sekúndu hægari heldur en hringurinn þar á undan. Hann var að vinna upp tíma hana, en reynilega eitthvað smá fyrir að slá á þannig auðvitað. Þetta myndir nú þykja bara helviti góði tími á flest öllum öðrum, en hann er nú mjög stöður ökumaður, hann Hannes. Oft kallaði dekkjakvíslarinn. Já, hann hafði nú orðað því í gær að það væri mögulega einhver annar sem þyrfti að fara að taka þennan titil á honum sem dekkjakvíslari. Já, hann Róbert í TR2, hann virðist vera að fara feiki vel með dekkin líka. Já. Við erum á ring 8 af 28, þannig að ja, ring 9 núna, ef að var að starta 9. ringin sinn. Og bílið er aftur að nálgast 5 sekúndur. Þannig að sko, þau eru að keyra mjög svipað núna, Hannes og Eva á medium og Hannes á hörðum. Og hann er búinn að ná alveg 0,6 af Evu, bara síðan að við byrjum að tala um þetta hérna fyrir hálfur ring. Þá var hann í 5,8. Og hann er að setja fjólubláðan tíma en Hannes. Já, núleiðis. Fjólubláður fyrsti sektor á hardekkinum. Já, hann er bara hel illur greinilega. Í topp formi. Það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer undir lokin, hvort að Hannes nái að taka sigurinn af Evu. En ég held að svo lengi sem engin stórkostleg mistök verði gerða, þá held ég að Team Supernova 1 og 2 sé nánast garanterað svona í þessari keppni með hvernig staðan er núna. Já, ég þykir svona líklegt að mín spá sé farin út úr gluggann. Ég átti nú kannski alveg von á því, sko. Jú. En það er aldrei að vita eins og við segjum. Það geta fleiri átt mistök og hver veit. Kári gæti unnið þessu keppni því að það þarf ekki nema bara ein mistök hjá Hannes eða Evu og þá var hann komin í fyrsta sæti með Þau eru ekki nema að gleyma bremsupunkti einu sinni og renna á vegg og koma vélaskemmd og þá getur það verið dottið niður í 4., 5., jafnvel 6. sæti. Þannig að þetta er langt frá að vera búið þótt þetta líti mjög vel út fyrir Supernova eins og staðan er. Bilið aftur verið komið í 6 sekúndur á milli þeirra Evu og Hannesar. Já, Hannes tók hérna 2 ringi, hann tók reyndar. Sko, Eva er búin að vera að keyra hérna frá 3. ring upp í 7. ring á 2.01. Mjög konstant. En núna er hún farin að detta í 2.02 tímana. Dekkin er aðeins farin að segja til sín og hún er aðeins farin að finna fyrir því. En Hannes ætti nú ekki að finna mikið fyrir dekkin ennþá. Hann er á hörðum, þau eru töluvert betri lengur. En enga síður eru hörð, þannig að sjá, hann er að setja aftur fjólubláðan tíma hérna á fyrsta sektor. Fyrsta sektor segir nú ekki mikið. Kári í 3., það eru 3,5 sekundar í Davíð Rúnar, 4,5 í Diego og það er nánast búinn að halda spilið jafnt á milli Ævars, Diego og Magga Ingólfs. Núna er Þorsteinn komið með vélaskemmd. Já. Alveg hans dagur hans kvöld í kvöld. Ég sé að Skeir er líka að fara í pitinn. Já, hann er nú að fara með smá vængskemmda framann. En já, Þorsteinn hérna með
með mikla vélaskemmd. Þannig að hann er lent í ykkur á þessu hring. Ásgeir tekur ekki bensín og setur bara aftur hörð á og heldur áfram. Bara snöggt dekkjaskipti. Smá viðgerð. Já, það er alveg greinilegt að þessi braut er að refsa ökumönnum mikið. Við höfum bara aldrei séð eins mikið skemmdir á 10 hringjum og við erum búin að horfa á hér í tier 1 í kvöld. Nei, akkurat. Ekki eins og í tier 3 og tier 2 í gerð, sko. Nei, það var náttúrulega ekki heavy damage á þar, þannig að það var minna til þess að fá skemmd á bílinn hér. Já, þú reyndar þarft ekki að fara í pittin til að laga skemmdina í tier 2, það er reyndar alveg góða punktur. En hérna, þær geta laumast þótt maður takk ekki eftir þeim á milli. Já, þetta er alveg feitur tollur á keppendur og þetta býr til alveg, já, þá þurfum okkur sjá, það er alveg sko 2 mínútur frá aftasta manni í fyrsta mann. Sem að bara þýðir að það er stutt í að Eva fara að hringa. Við sjáum meira að segja Eva er farin að sjá í bossana á honum Dodda. Nei, heyrðu, Davíð Rúnar er komið skemmd. Hann er dottinn í 5. sæti. Vélaskemmd og allur pakkinn. Já, hann hefur lent í ykkur á þessu hring líka. Ég skal segja ykkur það. Og missir þá Magga Ingólfs fram úr sér. Já, og vantanlega, hugsanlega Guðlaug líka, sko. Já, við getum ekki séð betur. Jú, það er alveg pottþétt að hann þarf að láta að gera við skemmdinni þessu líka. Það er auka 6 sekundur held ég. Fyrir vélaskemmd. Hann er ennþá með 30 sekundur á Jónægi, sko, því að Jónægi er búinn að lenda í alls konar rugli líka. Já, þetta byrjar með látum. Og bílið á milli fyrstu bílana, það er ennþá dansandi hann í kringum 5,5 sekundu. Búið að vera það. Hann missir Jónægi fram úr sér. Já, ég skal segja það. Þetta var dýrkeypt fyrir Davíð Rúnar. Já, en í staðinn þá fór hann bara út á medium dekkjunum. Já, en það hefði verið þægilegra fyrir hann að vera þannig að rétt fyrir framann því að hann kemur til að tapa tíma núna upp fjallið á medium dekkjum. Íkjum inn aðeins inn til hans. Já, nei, og það fær hann skemmd aftur allt of graður hérna. Missir þarna Skeira fram úr sér líka. Þetta er það sem þú varst að tala um, sko, á fyrstu hringinum, sérstaklega á 9 dekki, þá verður maður svona aðeins að anda með nefinu, taka þér rólega og koma sér í betri stöðu til að taka fram úr. Það er í rauninni engin staður til þess að taka fram úr á þessari braut nema bara á beinu köflun. Þetta hljómar þversagnakennt, en á þessari braut er þolinmæði það hraðskreiðasta. Já. Það er bara þannig. Og það er mjög erfitt því að sko, fyrir utan sko að vera að tækla sig erfið sko, þá er brautin einhvern veginn þannig að mann líður eins og maður sé í ússípanum hjá með keyrunum. Og maður verður svona meira, hvað þú segja, tens heldur en á mörgum öðrum brautum. Þú veist, hún tekur virkilega á og það er mjög þess vegna sem ég hamra hér á því í kvöld að þetta er án efa eina erfiðasta akstursbraut sem ég getur kjartað í heiminum. Og þetta er oft talað um í mörgum af þessum tölvuleikja hermum að þetta er svona braut sem að kemur til að vera mjög slæm fyrir safety ranking og svona rider score. Já. Þegar maður er að læra hana þá ríður, svo í Assetto Corsa ef þú ætlar að keyra þessa braut sko, þá er skott að slökkva á stigum fyrir ökumannin því að þú veist, það hverfa öll sko. En það er annað. Það lítur vel út hjá Supernova. Það er Kári sem er helst ógn þeirra en hann er alveg 14 sekúndur fyrir aftan Hannes sem er nú kannski ekki stórt á fjallinu svona ef við tökum tölfræði mistaka tíðni inn í þetta. Diego ennþá á skemmtum bíl 8 sekúndum fyrir aftan og það verður að teljast rosalega flott hjá honum sko því að hann væri klárlega í hörku baráttu um 3. sætið ef hann væri ekki á skemmtum bíl og það verður gaman að sjá hvað hann gerir þegar hann fer loksins í pitt og setur á medium. Já, nákvæmlega. Ég er hérna inn í bílnum hjá honum Davíð Rúnari og hann er bara að ná þeim fyrir framann, Jónægi og Skeira, þrátt fyrir skemmdina hjá sér.
En hann er náttúrulega með mjúk dekk, medium dekkin og þau eru ný, þannig að hann hefur miklu meira grip. Já, á sama tíma, þetta er eiginlega svona, hvað segja, suicide, þú veist, það er gott að því leyti að hann er að medium, hann er að hanga í bílunum, en að eyða mediumdekkjunum á fyrsta hringi skemmd er alveg, sko, það er alveg hræðilegt að þurfa að þetta er tími hans til að fara fram úr, sko. Nákvæmlega. En í staðinn er hann kannski meira að berjast við að halda. Hann náði hann ekki nógu vel niður, ég ætla að kíkja hérna á hann skeira, Wow. Skeiri að taka. Það er bara, já, trading paint, það er nuttast hérna, vel gert. Jón Ægir heldur stöðu sinn hérna, þau voru bara samhliða hann í beygjunni, Ásgeir og Jón Ægir. Og það er alveg merkilegt að það sé hægt að koma tveimur Godzilla fyrir inn á svona beygjumæður. Já, þessi bíl er stór en hann er ekki það stór, hann er ekki stærri en Mount Panorama. Nei, nákvæmlega. Vel orðað. Davíð Rúnar, hann gæti hugsanlega verið að fara að reyna framúrakstur því að hann er í góðu slipstreami hér á Ásgeiri á skemmdum bíl. Það væri disaster fyrir Ásgeir ef að Davíð Rúnar náði fram úr núna, þar sem að við erum búin að sjá það að Davíð Rúnar er ekki að ná að fara nógu hratt niður fjallið og það myndi tefja Ásgeir svo mikið ef að Davíð Rúnar kemist fram úr honum. Á meðan að Ásgeir er að reyna að berjast við að ná Jón Ægi á sama tíma. Hérna eru komnir bara alveg þrír hérna bara bumper to bumper upp fjallið. Rosalegt að sjá þetta, maður. Svona er kappastur yndislegt. Og það er sko ekkert auðvelt að vera svona nálagt einhverjum á leiðinu upp og niður fjallið, sko, þú veist. Það eru marga brautir sem getur legið í rassinum á einhverjum ökumanni og verið bara nokkuð öruggur. Þetta er eins og að keyra í rússíbana. Þetta er rosalegt og tekur mikið á. Það er eiginlega svolítið mikilvægt fyrir ökumanninn sem er aftari, sko, að halda rósinni og hafa bara pressuna þannig að það er þá frekar fremri ökumanninn sem að gera mistökin. Já, og það er alveg það sem við sjáum að gerast hérna við hann Skeira akkurat núna. Hann er að falla svolítið í pressunni frá Davíð Rúnari og búinn að missa Jón Ægir svolítið langt fram á sér. Já. Davíð Rúnar er ennþá að halda sér í kjölsóðinu hjá honum Skeira. En út af þessum slagsmálum á brautinni að þá, gaman að segja það að hann Guffi er nú bara alls ekki langt frá þeim, sko. Hann er bara alveg að nálgast þennan slag, sko. Náttúrulega, það var alveg haugur af keppendum sem fór hann í pitt á fyrsta hring og svo náttúrulega þegar að fremri ökumenn gera mistök þá detta þeir í þann hóp sem er búinn að tapa tíma og þá kannski myndast aftari barátta. Það er það sem við erum að horfa á núna, þú veist, þetta er barátta á milli þeirra sem eru búin að fara í pittinn. Já, ég hugsa, mér þykir líklegt að við förum að sjá allu að framúrakstur frá Davíð Rúnar núna. Já. Skeiri að vísu, hann ver þetta rosalega vel, sko. Já, það er ógeðanlegt að fara að utanverðu þessa beygju því að þú missir rosalegt grip. Hún hallar eitthvað með þannig að þú nærði ekki inn í grúið þá bara vildu leka út af því, þannig að... Já, ég man nú ekki alveg hver það var, en það var nú einhver sem tók fram úr í þessari beygju á utanverðu línu í gær. Já, það hefur þá verið vel gert og hugsanlega ekki fullkomin innri lína þar á móti. Já, og svo voru mýkri dekka þarna sem að komu að leik þar líka. En það eru Power sem reyna framúrakstur niður fjallið fyrir utan Hilmi kannski í T2. Það var duglegur að því í gær. En þetta, að því að maður er að taka rosalega sénsa með að skemma bílinn hjá sjálfum sér og öðrum. Þegar maður ætlar að tróða sér, þetta bara, það er ekki pláss og það verður að vera þolinmóður og treysta á útkeyrsluna og það segja einmitt allir ökumenn sem hafa eitthvað að segja um þessa braut og eru professionals að þessi braut er meira og minna öll þess að við köllum blow in og pass out sem þýðir að þú fórnar innkeyrslinni í beygina til þess að reyna að vera með betri útkeyrslu. Já. Því að
Já, þannig að, já, segir bara líka að þú veist að þessi þolinmæði að koma rólegur í beigunar og maksa útkeyrsluna er sigurinn, það er líkindin að sigri á fjallinu. Að bremsa of seint það er ekki málið á þessari braut. Alls ekki. Það er spurning hvort við séum að fara að sjá Skeira gera allavega framúrakstri framúr honum Jónai. Núna á beina kaflanum, við erum í svakalega kjölsögi. Hann reynir, tekur ytri línuna. Flott! Við komum hlið við hlið út úr beginni. Lætur mér líta illa út, hvað sannar þetta? Bara einu hring eftir. Þetta var frábær framúrakstur. Ég held að við verðum eiginlega bara að sjá þetta aftur frá hans sjónarhorni. Æ, ég get það ekki. Það sé að hlusta á útsendinguna í bílnum. Bara. Þetta alveg ég náði ekki að sjá ríklegið alveg eins og ég vildi sjá það. En þetta var frábært. Þetta er hörkubarátta hérna. Hörkubarátta og Davíð Rúnar kominn bara rétt fyrir aftan Jónægi. Þannig að Jónægi fær ekkert að hvíla sig. Hann er strax kominn með annan bíl fyrir aftan sig sem hann þarf að fara að verjast. En það er komin hérna spurning í spjallið, það er hvernig dekkin eru hjá Evu. Við skulum bara kíkja á það snöggvast. Það er nú orðið svolítið slitinn. Hún er náttúrulega búin að keyra hérna 15 ringi á dekkinu. Og fyrir að stytta því að fara inn í pitt. Já, bílið er komið undir 4. Já. Þetta lítið vel út fyrir Hannes. Þetta lítið mjög vel út fyrir Hannes. En sko Eva er komin á líka mjög einn dekk sko. Ég sjálfur myndi ekki þora að keyra svona lengi á medium á þessari braut sko því að þetta er orðið svolítið sleipt á þessu stígi. Þú séð að afturdekkið þarna hægra megin er bara, það er nánast hálfslitið þarna í rauðum og ég held að það hefði farið bara niður í hálfslitið bara leið og sagðir þetta. Já, algjörlega. Þú veist, við sjáum að síðustu 3 hringir hjá Evu eru 203, 203.5 og 203.2. Þannig að tíminn hennar byrjar að droppa svolítið mikið. Það er alveg spurning sko hvort að hún sé ekki bara að fara að kíkka í pittinn. Því að hún keyrir hraðar á hörðumdekkjum heldur en hún er að keyra núna. Ég ætla allavega að halda áfram að fylgjast með þessum slagi hérna 7, 8 og 9 en hér er allt að gerast. Davíð er ekkert að slá af hérna þrátt fyrir að vera með skemmt á bílum. Nei, og Jónæ er alveg í skottinu á Ásgeiri. Hann er ekki verið sáttið með að Ásgeir hafi náð að taka fram úr honum á ytri línunni í þessari fyrstu beygju eða annarri beygju. Það er ekki langt í guffa fyrir aftan þá. Þetta er hörkubarátta hérna, 7., 8. og 9. sætið. Það vilja allir í 7. sætið. Þá fer Hannes í pittinn á undan Evu. Já, sæll. Hann ætlaði sig ekki reynilega að taka undercuttið á medium dekkinu. Ég held að Eva sé að keyra lengi á medium dekkjum. Hún hefði átt að fara inn fyrir svona 2-3 hringjum síðan sko því að ég held að hún hafi ekki verið að gera sig greiða með að slíta þessu svona rosalega því að eins og ég er búinn að sjá marga góða ökumenn vera að keyra á 202 svona lágum 203 á hörðundekkjum og alveg niður í lágar 202. Þannig að ef maður er farin að keyra hægana það á mediumdekkjum og slirnu þá er kannski bara ágætt að hoppa í pittinn. Já. Þetta verður spennandi. Eva hlýtur að fara inn. Hún er komin á rautt ljós á bensíntaflum þannig að hún fer inn í pitt í lok þessa hrings. Þau heyrðu og fer Jónæ er hérna aðeins út fyrir og missir hann Diego fram á sér eða hvað? Diego er komin í pittinn. Já, fyrirgefðu, ég meinti Davíð Rúnar. Þeir eru komin að hlið við hlið. Já, Davíð Rúnar fer fram úr. Slipstrými, hann gæti reynt framúrakstur. Mér þykir það ekki ólíklegt. Sjáum hvort að Davíð Rúnar þurfi að verja. Nei, það er alveg komin það nálægt eða hvað? Nei, það er mjög nálægt. Núna þarf hann bara að halda þolinmæði sinni í Jónægir og vera nógu nálægt
Davíði þegar þeir koma niður fjallið og taka síðustu beyguna áður en þeir fara langa beina kaflan sem að er kölluð Olnboginn. Ef hann er nógu nálagt þar þá hefur hann langan kafla til að nýta slipstreamið og eins og réttilega bendur á áðan, Davíð Rúnar er búinn að vera pínu quiz kvam búm niður fjallið, þannig að við sjá hvernig þetta fer núna. Eva er komin í pitt. Ég fylgjast núna með Gunnlaugi og Magga Ingóls en það er hérna smá slagur búinn að myndast á milli þeirra. Hann var nú ekki langt á milli þeirra áðan. Hannes er bara, þetta verður nálagt, má sjá. Eva er að koma út úr pitt. Rétt á undan Hannesi. Já, Hannes náði að minnka bilið niður í 1,5 sekundu að fara einu hring fyrir pitt. Þetta bara lítur rosalega vel út fyrir Hannes eins og staðan er. Það lítur rosalega vel út fyrir okkur, þannig að við fáum kannski að fara að sjá hérna slag fyrsta sætið. Loksins! Já. Frábært. Þetta verður eitthvað. Og sko það eru 10 hringir eftir þannig að sko Hannes hætti alveg að geta nýtt mediumdekki sín vel. Þau ætti ekki að vera orðin ómöguleg í lok 10 hringja þannig að en sko það er eitt að ná Evu og annað að fara fram á henni og jafnvel þóttu sett á betri dekkjum. En þau eru liðsfélagar þannig að það verður nú eflaust ekki mikið olbvast og svona nudd í gangi. Það verður eflaust fallið barátta, en enga síður flott barátta. Hann er hérna bara alveg í skottinu á henni. Það samt ekki fram á henni á næsta kafla. Þau eru að koma hérna niður, þetta er Olnboginn og hérna skiptir máli að ná góðri útkeyslu. Hann gerir það. Ég er í kjölsóin á henni og það myndir nú enginn kalla mig Nostradamus ef ég myndi spá framúrakstur hafa rétt fyrir mig núna. Sjáum hérna, hann er með ytri línu sem þýðir, já hann er komið fram og hún var ekki einu svona að reyna að gera þetta erfitt sko, þetta er bara... Það var kannski ekki mikið um slag hérna eins og Sigurður segir í spjallinu að þetta lið veit hvað það stendur þegar það kemur að brautinni, stöðun á brautinni og Eva hefur bara vitað það að Hannes var á mediumdekkjum og hún í rauninni átti ekki mikinn séns á að verja þetta? Nei, hennar eini möguleiki væri að ná að hanga í honum og ef hún er ennþá innan seilingar þegar einn hringur eftir, go for it en ég er alveg ólíklegt svona eins og staðan er núna. Hún setti reyndar alveg rosa tíma í tímatöku sko, hann kemur pínu á óvart hvað Hannes í raun og veru var sterkur á eftir henni. Ég átti vona að hún myndi búið til meira bil. En svo var ekki raunin. Ja, það er kannski eins og þú sagðir, hún var kannski aðeins svo lengi á mediumdekkjum. Já, þú sér það, Hannes er að velja að keyra 10 hringi medium, hún keyrði hvað, 17? Já. Já, það er bara, það er aðeins svo mikið að góða sko. Það er sennilega bara árið þér. Þetta er reyndar ekki fyrsta skipti sem mér minnir að hafi verið í Brasilíu og inn til Lagos þegar hún keyrði mjög lengi að medium líka og við vorum einmitt að ræða það á milli okkar að hún hefði látt að fara í pit 5 hringjum áður þá hefði hún ekki mistað hann fram á sér sko. Þannig að þetta er eitthvað til að setja í pælingabankann fyrir næstu keppni. Já, vissulega. En það er hörkubarátta 7. sætið. Maggi Ingóls er með Guðlaug í skottinu. Þeir eru báður að medium og Skeiri og Jóna eru í hörkubaráttu líka. Þeir voru í mikilli baráttu bara áður en að þeir fóru báður inn í pit. Maggi fór einu hringa undan í pit. Ásgeir var að kíka inn á Jóna í þarna en tókst hún ekki alveg, hann gaf eftir en Guffi er núna kominn. Þetta er orðið 8., 9. og 10. sæti, það er komið baráttu. Guffi, Ásgeir og Jóna og þar fyrir ofan 7. og 7. sætið, þannig að það er nóg að vera núna. Það er bara action everywhere. Það er svolítið, en hérna var ekki... Skeiri var komið fram úr Jónagi þegar við voru á harddekkjunum áðan.
Já, Hann hefur það er rétt hjá þér. tekið minna bensín, hann Jónægir, heldur en Skeiri og komist þannig fyrir út úr pittinum. Já, það er spurning, það gæti vel verið. En það væri kannski ágætt að horfa aðeins á hérna Guðlaug og Magga Ingólfs. Þeir eru í hörkubaráttu núna og það er mikil pressa á honum Magga. Guðlaugur alveg liggur í skottinu á honum. Nartar í girkassan. Hann er eitthvað að lagga hana hjá mér. Veit ekki hvort það sé svona sem þér líka. Nei, hann er ekki verið. Smá hreyfing á Magga hana, en sjáum hérna, Guðlaugur á utanverðu, Maggi að verja. Hvað gerir hann? Það er hann undirkvætta eða? Nei, þetta er kannski ekki beigjan í það, en sjáu hérna, nú er hann kominn í, þetta er náttúrulega, Og hefur innrýmjum líka, sko. já, þetta er gott sjá honum. Hann hefur ekki alveg hraðan. Korvettan er aðeins hraðskriðlega sínlega. En hann bremsar seinna. Vettan lumar á sér. Hún gerir það. Þetta hafðist, flott gerð sjá honum. Og þeir að nálgast Davíð Rúnar á sama tíma. Já, Davíð er ennþá að keyra skemmdan bíl á meðtundekjum. Ekki minna, já, Skeira. Já, hann var aðeins sko að auka spilið á milli Skeira og Jónægirs. En minnka bilið á milli Skeira og Guffa. Já, Guffi er núna kominn bara að stutt í það að hann fara að stríða Ásgeir aðeins. Hann þarf að taka svona 0-3 í viðbót, þá er hann bara komin í slitfím. Hannes er búinn að taka hérna hraðasta hring af Evu, 2:01.017. Er það ekki bara nákvæmlega sami ringur og tímatökuringurinn og svo var, bara í upp á sekundu? Jú, það er bara... Var það ekki 2:01.0? Var það 0:17 eða 15? Í svari, þetta er rosalega nálægt. Ég þori ekki að segja til það, sko. Það var ekki mikill munur. Vá, þetta er bara... Þetta er consistency, maður. Consistency, ekki það. Þegar Skeiri er hérna að nálgast núna hann Jónægir, hann er að ná að minnka bilið niður fyrir sekunduna. Það er pínu... Það tekur alveg eftir því eins og þessari braut, sko. Það dettur í sundur, bilið, kemur aftur, dettur í sundur og oft er þetta bara pínu eitthvað sem fór ekki nákvæmlega eins og átt að fara upp fjallið og þú tapar hálfu sekundu og svo gerir hinn að þú komið aftur, þú veist. Já, kannski aðeins hérna að rakst utan í vegginn eða eitthvað og það getur farið svona. Já, það er ekki margir sem að setja 10 ringi í röð mjög konsistens á þessari braut. Það eru aðeins toppökumenn sem gerir það. Flestir eru svona pínu rokkandi. Þetta er löng braut, mikið flæði og mikið keyrsla og það þarf ekki mikið til að gera til að tapir smá tíma. Og hann ætlar að telur ennþá meira fyrir að keyra brekku ef þú slerð aðeins af, þá ættu ennþá meira að vinna upp aftur hraðalega séð. Já, það er rétt. Hannes er búinn að bæta hraðasta hringinn ennþá meira, hann er komin í 2:006. Vel gert. Það er ennþá hraðari hringur heldur en Eva tók sem tímatökuhring. Nei, það er ekki rétt. Er það Larry, hún var svona 2,21 eitthvað, eða 2,001 minnir mig. Það var neðar en 6 alveg. Nei, er ég ögla? Nei, var það ekki? Var það 8? Við minnið það. Já, það gæti bara verið, Jú, það er sennilega rétt hjá þér. Getur einhver í spjallinu staðfest þetta? Ég man það ekki, en þetta er allavega hana. Þetta er hraðasti ringurinn, eins og staðan er. Núna er sennilega að fara að koma fram úr akstur frá honum Skeira. Já, kemur hann upp að hliðina á honum og hvað? Tekur inn í línuna. Sem að reyndar þýðir að Jóna er með innri í næstu beygju. Þetta er gríðalega jafnt til að hafa þeim. Hörðu, og smá undirgött, nei. Og aftur, þvílík barátta. Og yellow flag fyrir fram á þá.
gaf í Rúnar á leiðinu í pitt og skemmdi ennþá meira á leiðinu í pitt. Það var ágætt að hann var á leiðinu í pitt þá. Já. Þú vilt ekki skemma nýkominu pitt, það er rosalega kostnaðarsamt. En já, þetta aðeins búið að detta úr greipum Davís. Þetta leit svolítið vel út í byrjun og í tímatöku. Leit út til að vera hörku keppni fyrir hann, en fjallið búin að vera svolítið refsandi. Ætlar hann að Skeiri að reyna hérna ytri línun aftur? Já. Nær henni? Nei, hann nær henni ekki núna. Þetta alveg, þeir eru bara búin að vera samhliða hérna gríðarlega mikið. Þetta flottu tangó hérna í gangi. Guffi nálgast þeim meira sem þeir berjast, þeim nær kemst Guffi. Og honum veitir nú ekki að smá drafti með 2 gott silfur fyrir fram að sig, sko. Því að leið og þeir farin á beinakaflanum og byrja að drafta hvað hann annað, sko, þá Guffi í vondum málum þegar hann ekki innan draftseilingar. Sjáum til. Skeiri þarf núna að taka olbúan vel, hérna koma hann inn í olbúan. Nær hann að koma út. Hann fer hann út í vekk, Jónæður. Það þýðir bara að Skeiri getur tekið þetta bara. Það skiptir eiginlega ekki máli hvoru megin hann fer, sko. Jú, gerir það. Jónæður var svona frekar að blokka þarna, sko. En hann fór smá út fyrir braut, tapaði smá tíma við það, hann á Skeir líka. Já, þetta rosalega barátta, maður. Þetta gaman, þetta alveg konfekt að horfa á. Sjáum hérna, Jónæður fer aðeins innanlega, passa að sjá að fá hann ekki innan á sig. Og hann þarf líka að verja þessa beygju sem að setur Ásgeir í kjöraðstæðu til að taka hana vel og drafta. Þvílík barátta. Núna Guffi kominn í kjölsóði líka. Velkomin, Guffi. It's draft time. Hljópar eins og bjórulsík. En jafnvel þótt hann drafti, þá draga þær í sundur gottsillunar, sástu það? Já, það getur verið að bensín sé kannski með fullmikið downforce eða eitthvað svoleiðis. Já. Svo vill hann nú skemmtilega þannig til í hérna lögmálum náttúrunnar einhver megin að 2 peilar keyra báðir hraðar ef þeir eru innan draftsins, ekki bara sem sagt, þessi búbla hjálpar þeim báðir basically. Já. Þetta alveg merkileg vísindi sem að liggja bak við allt í loft og aerodynamics í kappakstri. Ekki ég nú eðlisfræðingur, þannig að ég veit ekki hvernig það virkar. Nei, við prófum þetta einu sinni hérna. Ég og Hákon, við vorum á Ferrari á Le Mans, þar sem var alveg rosalega langur beigkafli. Og ég var að setti mig fyrir aftan hann í draftið og síðan slakaði ég á bensíngjöfinni þannig að ég væri bara að keyra jafn hratt á hann. Og við fórum báðir hraðara heldur en bílarnir geta yfir sér. Það er þannig. Já, það er þannig. Það er nú bara þannig. Guffi nú hérna með gott kjölsog. Já, aðeins hitt hana og missir basically kjölsogstíma sem Já, missir að stampið hana. En lík barátta hérna, maður. Jónæður alveg að verja gullfallega undir rosalegri pressu frá honum Ásgeiri. Fyrst í að pressa Það er túætinn inn í fyrstu beygju. Já, og hvað? Út fyrir Og hann fær vélaskemmt. Vá! Og Guffi með skemmta framan. Jónæður slapp alveg. Replay. Já, sætt, vá, ég alveg. Instant replay. replay. Úff. Vá, ég var svo
Ég var svo hissa á þessu að ég bara glimti replayinu. Ég geta kannski séð þetta frá betra sjónarhorni en það verður bara... Nökk bara ofan í mig hérna í látunum, sko. Þetta var rosalegt. Ásgeir, Þá þetta ég er Ásgeir búinn að missa Davíð Rúnar fram úr sér líka náttúrulega. Ásgeir bara eftir fyrstu beygju með vélaskemmt, þannig að... Hann var aðeins og græður hana, sko. Þetta er svona. Refsingar hægri vinstri, ég ákveð. Þvílík keppni, maður. Það vantar aldrei aksjón á ferðinu. Og hægir á Guffa í leiðinni að vera með vélaskemmt eftir, eða smá aeroskemmt eftir þetta framan, en hann í rauninni gat ekkert sloppið við þetta, það sem að þeir bara allt í einu verða miklu hægari heldur en hann gerir ráð fyrir hérna. Hann var bara fórnalamb aðstæðna, basically. Jú, það er bara svoleiðis. Jón mjög heppinn að hafa sloppið með allar skemmtir í þessu atviki. Hann náði að beygja frá, þannig að... Algjörlega. Og eftir allt sem hefur gengið á hjá honum Jóni, sko, þá er ég bara guðslifandi feginn að hann lendi ekki inn í tjóninu í viðbót, sko. Hann á það svo sannarlega ekki skilið strákurinn. En nú er bara pressa frá Guffa. Guffi er reyndar eins og segir, hann er með skemmdan væng á framan. Það er spurning hvort það skipti öllu máli. Við erum búin að sjá menn keyra með skemmdan væng og framdekk og halda nokkuð góðu striki. Það ætla að borga sig ekki að fara inn í pitt upp úr þessu. Það eru 3 hringir eftir. Hörkubarátta hér 7. sætið. Guffi í alveg góðri stöðu með slipstreamið, sko. Það er ekkert að frétta á toppnum, þannig að við skulum bara fylgjast með þessu áfram. Staðan er óbreytt fyrir ofan og komnar 10 sekúndum fórasta hjá Hannesi. Kári virðist vera nokkuð, hann er nú ekkert öruggur, það eru 9, með alveg 3 hringi eftir. Það eru tæpa 9 sekúndur í Diego, en Diego er komin í 4. sætið. Eftir að hafa keyrt á skemmdum bíl lengi vel. Svo ætla ég að fara að henda í Driver of the Day vote. Svona mjög fljótlega, það eru fáir hringir eftir og ætla að setja það í gang og hafa það í gangi þar til reisi klárast. Þannig að það er spurningum að þið í spjallinu komum kannski með uppástungur einhverja 4 sem mættu vera í votinu og svo kjósið þið hver verður Driver of the Day. Já. Ég sé hérna í spjallinu að Sigurður Reggjuson kommentar, ég held þetta skrifist á Jónægi, hann var til að tala Ásgeir og þetta sem var að gerast hérna, en ég held ég getum ekki alveg verið sammála því á þess að horfa á það betur, en þetta er náttúrulega stór hættulegur staður til að reyna framúrakstur og ef þú ert ytri þá mátt ekki mikið fara út á við og hvað ég held að það hefði kannski verið sniðugra að reyna að stóla á draftið heldur en að reyna framúraksturinn þannig. Þannig að fyrir mér lítur þetta út fyrir að vera racing incident. Þannig kemur Róbert með kommentáta líka, held að Skeiri hafa bara mist hægra dekkið út af, Jón gaf alveg pláss, allavega þeirri endursýningu sem ég sá. Já, ég er sammála þessu. Ég finnst ekki hægt að skella þessu á einu, Þetta er bara eins og gerist í kaparastrím, menn missa sig í æsingnum og það þarf ekki nema bara smá að missa þetta ekki út fyrir og sérstaklega eins og í þessari beygju að þá snýst bíllinn leið og það er svo sem ekkert að sakast í þessu annað en bara æsing í sjálfum sér, sko. Núna er bara bilið að aukast á milli Jónægis og Guffa, þannig að... Já, ég sé að Hannes er að fá hérna. Það hrynur inn atkvæðum á Hannes, Driver of the Day. Hilmar Veigar segir Jónægir, Kári, Dimitri, eða bara Dimmi eins og við þekkjum hann. Hann hérna, Dimitar meina ég, ekki Dimitri, en Dimmi sem var meistarinn í C2 á síðasta tímabili, stórkostlegur ökumaður, hann segir Driver of the Day Hannes. Hann er einmitt að taka sér smá hvíld núna eftir síðasta tímabil. Ívar Eyþórs, Hannes, Driver of the Day. Mikið rétt Sigurður, shit happens in racing. Það er nákvæmlega þannig. En ég held að Hannes sé að tryggja sér Driver of the Day ásamt sigri og hraðasta hring hér og
Þetta er náttúrulega bara búin að vera stórkostlegur akstur hjá honum, mistaka laus. Svo má náttúrulega ekki gleyma því að Kári er búinn að eiga rosalega gott race. Já, Kári í 3. sæti, 12 sekúndur fyrir aftan Evu sem er alls ekkert svo mikið. Og Diego er aðeins að sækja á hann en það er bara fullt seint. Diego átti góða möguleikann en þú veist, þú sigrar ekki fjallið eða þú þarft að henda þér í pitt eða keyra með skemmdarbíl. Þú þarft að keyra mistakalaust. Nema náttúrulega allir gerir mistök, þá náttúrulega er þetta bara spurning hver gerir fæst mistök. En þegar að Supernova er annars vegar, þá er svolítið erfitt að treysta á það. Já, það er rétt. Þau eru mjög professional í þessu og æfa grimmt og keyra vel og hugsa þetta af ró og yfirvegun. Það er kannski eina sem hægt er að kommenta á væri kannski skilaboð til Evu að endurskoða að keyra 18 hringi eða 17 hringi á medium, kannski að fara örlítið fyrir inn í pit, en að öðru leyti er þetta bara fullkominn akstur hjá þeim báðum. Og Hannes er bara búinn að vera betri í dag, það er bara þannig. Já, það er bara þannig. Þetta er alveg hárrétt það sem þú segir hérna. Eva tók þarna full margar hringi á medium-dekkinum. Við erum á síðasta hring og þetta er dagurinn hans Hannes, það er bara þannig. Það renna hérna í gegnum þetta og vera vissum að ég sé ekki að gleyma neinum. Það sé engin barátta á braut, en það er bara eins og þetta er akkurat núna hérna á seinasta hringa, þá er engin barátta á brautinni. Þannig að ég hugsa að við förum bara inn í bílinn til hennar Evu og já, Hannesi meinti ég, meinti Hannesi, og horfum á hann keyra þennan seinasta hring til sigurs. Sjáum hérna, hann er þetta er bara stórkostlegur akstur. Hann er með 12 sekúndur á hann Evu og ef þið skoðið tímana hérna hægra megin á skjánum hjá honum þar sem að þið getið séð tímana fyrir hvern hring, þá er þetta mjög stöðugur og fallegur akstur hjá honum. Engin stór mistök, bara yfirvegun og hraður. Og það er lykillinn að sigri hér. Já, þetta er bara búið að taka á og þetta er bara eins og að keppa að horfa á þessa keppni. Það verður bara allir svona tensa, þetta er yndislegt. Já, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt reis að fylgjast með. Já, og við skulum kannski henda snöggvast hérna að spons shoutout. Það er Tasty Racing, Nokko, Antos, Mamma Mia, Auto Center og Mitt Stöff, Boy Must Have sem að sponsora hér. Og já, þökkum sponsorum fyrir að styrkja þessa deild og skulum Hannesi til hamingju með sigurinn. Vel gert! Það er svoleiðis. Og svo Eva fylgjast með henni hérna að koma í gegnum markið líka. Í öðru sæti. Já, frábær akstur hjá Evu. Kemur hér utan vega í mark. Nú er Kári hérna á bensíngufunum eins og við erum vanir að sjá hann hérna síðan seinast tímabili. Hann er bensínkvíslarinn. Hann er það. Kominn í gegnum markið í 3. sæti, frábær árangur. Diego ekki langt þar á eftir í 4. sæti. Algjörlega. Svo Gunnlaugur með 5. sæti. Flottur akstur hjá Diego en dýrkeypt mistök snemma í keppninni sem hann þurfti að lifa með. Hann keyrði meiri hlutann af sínu fyrsta stundi á skemmdum bíl. Já. En það verður að teljast flott að endast í 4. sæti. Já, það er rétt. Nú, fyrir alla sem eru að horfa á hérna, þá náttúrulega minnum við á Facebook-grúpuna GTS Æsland umræðahópur og þau sem hafa áhuga að kynna sér þetta sport og eru nýjir hér. Þið getið joina þessa grúpu og kynnt ykkur og fengi allar upplýsingar hvernig er hægt að vera með. En það er ekkert mál og allir velkomnir. Þetta er sennilega skemmtilegasta sem við gert í heiminum. Fyrir utan að keyra í alvöru kapasiteti. Já, það kostar bara marga milljónir. Þetta kostar ekki nema nokkra þúsund kalla. Þetta er frábært. Þetta er búið að vera glæsileg keppni. Mikið aksjón. Kemur Jónærin inn í vel verðskulduðu 7. sæti með við baráttuna. Guffi í 8. sæti og Daví Rúnar strax eftir honum og sá seinasti til þess að fara í gegnum markið
verður hann Jón Valdimars í 10. sæti, Já. en Skeiri, Doddi og Þorsteinn eru nú þegar búnir að klára sín reis með því að fara í markið eftir að Eva fór í markið. Þetta... Hér höfum við það, hér er listinn. Þetta var keppni sem tók á. Hún var erfið. Hún færði okkur mikið af mistökum og aksjóni og ég er alveg viss að hverja einasti keppandi núna alveg haugsveittur í sínu sæti. Já, það er alveg klárt mál. Já, það perlaði mér í Jasper, svarið það. Ég var svo sveittur í lófunum og þurfti að þurrka á augunum. Man líka við að maður þurfti að keyra með svitaband, sko. En það er komin niðurstaða á þessum pól, en Hannes er með 75% atkvæða sem driver of the day. Eva og Kári upp með 12%, þannig að það er Hannes sem er driver of the day í kvöld. Alveg verðskuldað allan daginn og bara glæsilegt og hann eykur sína forystu í stigakeppninni og Supernova eykur sína forystu í liðakeppninni. En það er einmitt Hannes og Eva sem sitja í fyrsta og öðru sæti í stigakeppninni. Davíð Rúnar var 3. og Kári 4. Þannig að Kári hefur tekið alveg góðan hlunk af stigum á hann Davíð núna. Þannig að það geti farið að myndast flott barátta 3. sætið í deildinni. Já, nákvæmlega. En Vá. það er komin tími til þess að slúta þessari útsendingu. Ég ætla bara að þakka ykkur áhörundum kærlega fyrir að fylgjast með og eins og Ingi benti á þann endilega kíkið á gtsiceland.com og sömuleiðis GTS Iceland umræðuhópur á Facebook. Og Algjörlega. bara þakka þér fyrir að sitja með mér hérna, Ingi, Já. og við sjáumst bara eftir 2 vikur á Willow Springs. Alltaf ánægja, Daniel.